Hæ, í þessu myndbandi ætla ég að sýna ykkur örsnöggt hvernig hægt að búa til hreyfimynd í Keynote. Ég ætla að byrja á því að setja inn nokkra hluti á vinnusvæðið mitt sem ég ætla að hreyfa til. Nú allir þessir hlutir sem ég ætla að hreyfa til á skjánum komnir inn á skjáinn og ég ætla að byrja á því að velja einn þeirra. Ég ætla að velja góðan daginn og ég ætla að velja animate. Og nú kemst ég inn í eiginlega stjórnstöðina fyrir þá hreyfingu sem ég ætla að setja á hlutina. Ef þið kíkið hérna neðst á skjáinn þá sjáið þið að það eru þrenns konar leiðir til þess að setja í hreyfingu. Það build in, action og build out. Það er build in hvernig hluturinn kemur inn á skjáinn, action hvað hann gerir á meðan hann er á skjánum og build out er hvernig hann fer út á skjánum. Ég ætla að byrja á því að setja inn build in. Ég ætla að velja keyboard. Svo ætla ég að setja svona action og ég ætla að velja hérna pulse sem að fær stafina til þess að stækka og minnka. Og svo að lokum ætla ég að fara í build out og velja fly out, þannig að það fljúi bara í burtu stafinir. Svo ætla ég að velja sólina. Ég ætla að setja action á hana og ég ætla að láta hana snúast, rotate. Og þegar ég er búinn að setja það action á hana þá get ég valið það action og stýrt því svona svolítið hvernig það er. Ég ætla til dæmis að byrja á því að lengja tímann sem að sólin snýst, fara með upp í 9 sekúndur. Og svo ætla ég að ákveða hversu oft hún á að snúast, 2 sinni. Svo get ég skoðað þetta sem heitir acceleration og ég ætla að velja none, en þarna getur maður valið það að hreyfingin færi hægt á stað og hægt út eða bara hægt af stað og svo framvegis. Maður getur sér stýrt actioninu svolítið vel og haft áhrif á það hvernig það er. Að lokum ætla ég að velja svínið. Ég ætla að því að sé aðeins út af því að mér langar til þess að hreyfingin á svíninu byrji fyrir utan myndrammann. Ég ætla að setja action á svínið og ég ætla að setja action sem heitir create path, sem að þýðir að ég get svona dregið svínið til á skjánum og það teiknast upp svona slóð fyrir það. Það mun hreyfast eftir þessari línu. Ég ætla líka að stilla þessa hreyfingu aðeins betur. Ég ætla til dæmis að láta hana gerast á sama tíma og sólin snýst. Þannig að lengja hreyfinguna í 9 sekúndur sem að hægir á svínunu. Að lokum ætla ég að fara í valmöguleikan þarna sem er á milli play-takkans og done. Það er þessar línur þarna með punktunum fyrir framan efst í horninu hægra megin. Þar get ég ákveðið í hvaða röð þessi hreyfing gerist. Ég ætla að byrja því að láta sólina fara af stað, vera fyrstu hreyfinguna sem er í gangi. Og ég ætla ekki að hafa hana on tap, heldur ætla ég að hafa hana after transition sem þýðir að hún fer strax í gang. Ég fer í góðan daginn og ég ætla að velja with build one, þarna neðst, sem þýðir að hún fer á stað á sama tíma á sólin. Svo fer ég þarna í restina af hreyfingun á stöfunum og vel að það gerist á eftir hreyfingun á undan en ekki on tap. Svo dreg ég svínið þarna upp svo að það færi nú að stað á sama tíma og sólin og svona raða ég upp hvernig hreyfingin gerist. Lykilatriði er að það gerist á eftir síðustu hreyfingu eða með síðustu hreyfingu. Þannig stjórnar maður algjörlega hvernig hlutirnir fara yfir skjáinn. Þegar við erum búin að stilla hreyfinguna eins og við viljum hafa hana, þá veljum við done, hérna efst í horninu hægra megin, komumst aftur inn í glærusýninguna og getum ýtt á play-takkan og þá sjáum við þessa hreyfimynd sem við vorum að búa til.
ef þið viljið setja hljóð inn á teiknimyndin ykkar, þá getið þið gert það í Keynote eða þá farið með skjalið ykkar yfir í iMovie þar sem auðvelt að hljóðsetja það og setja inn alls konar hljóðeffekta. Ef þið ætlaði að bæta við atriði í hreyfimyndin ykkar, þá bara búið þið til nýja glæru og gerið sama hlut aftur.